Kosningabarátta Framsóknarflokksins hófst á miðstjórnarfundi flokksins sem lauk í Borgarnesi í dag. Formaður flokksins segir ekkert annað en kosningar koma til greina, þó vissulega hafi hann hugleitt mögulega þátttöku í breyttri ríkisstjórn. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Framsóknarflokksins, gagnrýndi harðlega skattastefnu ríkisstjórnarinnar í ræðu sinni á fundinum og sömuleiðis síendurteknar atlögur að atvinnulífinu. Það sama hvað það allt drepið í fæðingu. Ef ekki fæðingu þá svona þegar það er komið á dálítinn rekspöl. Og þetta auðvitað algjörlega óþolandi við þær aðstæður sem við erum í. Þótt kjörtímabilið sé ekki nema ríflega hálfnað, þá segir Sigmundur að kosningabarátta Framsóknarflokksins sé hafin. Við vitum ekki hvenær kosningar verða, en jafnvel þótt þær verði ekki fyrr en 2013, þá svo mikilvægt að það verði breyting hér á þegar þar að kemur, að við þurfum að nota tímann til þess að berjast fyrir því. En Sigmundur segist bjartsýnn á að ekki verði langt í kosningar og vísar þar í titring innan ríkisstjórnarinnar. Mér sýnist að nú sé nokkrum þingmönnum Samfylkingarinnar nóg boðið. Spurningin hvort standa við stóru orðin. Þú nefndi það í þinni ræðu að það veri hugsanlega til vinnandi að taka þátt í breyttri ríkisstjórn. Ég sagði að það velti fyrir mér ef það mætti verða til þess að bæta stöðu heimilanna. Hins vegar hefði ég alltaf komist að þeirri niðurstöðu að það væri ekki raunhæft að fara í ríkisstjórn meðan að sú stefna sem að forystumenn stjórnarflokkana boða ræður för.